Þú fórst að drekka smám saman töluvert mikið. Já, við hérna, já. Og hérna, við til dæmis þegar það var svona eitt sem við gerðum, við vorum alltaf með bjór. Já. Og heldum við værum æðislegir, en sko svo var þetta bara allavega með mig, þú veist. Það kom fyrir, þetta var bara svona hálf sorglegt hjá mig, sko. Já, ég fór að hérna svona gefa í eftir því sem árin liðu og svo var maður bara komið með smá repp og svona og svo fór ég nú þarna 2011 á Vog og var þar bara í 10 daga og hélt ég myndi nú bara svinga þetta, sko. Þetta væri ekkert mál. Og þú kynnir að drekka? Já, nei. Og svo fór ég aftur 2014 og þá var ég búinn að bara gefast upp. Já. En þú varst fyllipitta á tímabili? Já. Man náttúrulega, þú veist, maður reynir að fegra sjálfan sig og verja sjálfan sig, sko, en já, ég var bara leit út og var bara orðin bara eins og róni, sko. Maður ættir að busta í sig tennurnar og ættir að þrífa sig og svona. Það var ein ung stúlka sem sagði, hann lyktar eins og útigangsmaður. Það var svolítið komið á þann stað. Já, og þú varst svona hálfpartinn búinn að tapa fyrir sjálfum þér. Já, þú veist, maður verður, ég var svona eins og menn verða, sko, í þessu ástandi, sko, það allir fíbl nema þú og ég fæ aldrei neinn tækifæri, þessi getur ekkert leikið og hvað hann að fá þetta, skilurðu, maður verður svona bitur og leiðinlegur og orðljótur og bara illur, bara, hreinlega. Og svo vildur þú bara fá að einfaldlega að drekka í friði? Já, þú veist, það var náttúrulega, fólk ekkert sama, fólkinu manns ekkert sama og það lætur mann heyra það. Þá, í staðinn fyrir að bara skamma sín, þá var mann bara reiður og þá komu svona hugmyndir að maður, já, bara fara þá eitthvað og fara einhvers staðar og vinna í fiski, einhvers staðar og vera á verbúð til að geta þambað eða bara fara einhvers staðar og sofa í rustöldinu í geymslu með eitthvað, skilur. Og þið bara... En þú veist, þetta er svona hvarflaða að manni, sko. Þið langaði einfaldlega bara að leggja þetta fyrir þig? Það er nú kannski ekki alveg það langt, sko. En það kom á svona moment, sko, maður var komin í svona hálfgert öngstræti og þá bara, já, ok, þá verði ég bara ráni.